Óperufélagið Norðuróp í samvinnu við tónlistarskóla Reykjanesbæjar setur upp söngleikinn Fiðlarinn á þakinu næsta haust. Uppsetning verksins tekur 1 ár en sviðsæfingar hófust fyrir síðustu áramót. Við kíktum á æfingu á söngleiknum og ræddum við listrænan stjórnanda verkefnið sem umfangsmikið en skemmtilegt. Óperufélagið Norðuróp í samvinnu við tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Hvers vegna þetta samstarf? Þetta búið að standa lengi til. Við erum búin að tala þetta síðan 2008. Láta okkur dreyma og hvaða flöt við getum fundið á samstarfi því að þetta svona stór stykki eins og við erum að fara í núna, það er ekki einfalt að gera það eitt síns liðs og í samstarfi við tónlistarskólan þá er bara miklu meira hægt. Þannig að við ákvaðum, við erum búin að taka eitt stykki, við tókum brúðkaup Fígarós fyrir nokkrum árum. Það gekk mjög vel en núna er stór afmæli hjá báðum, tónlistarskólanum og Norðuróp, 20 ára afmæli, þannig að þá er nú rétt að gera eitthvað bitastætt og við ákvaðum að taka þá eitt skemmtilegasta söngleik allra tíma Fiðlarinn á þakinu. Og hvað réð valinu á Fiðlaranum á þakinu? Sko, við hendum þessu fram og tilbaka og það voru hugmyndir Jósef líka sem var búið að gera í skólanum eða jafnvel óperettu eða eitthvað annað en þetta er stykkið, það er svo mikið af hlutverkum, það er stór hljónsveit og það er kór og það geta svo margir verið með og þetta er bara svo skemmtileg saga, hún snerti mann og hún er hjartnæm og það er ljótleiki í henni en svo mikil fegurð í persónunum og já, hún snerti mann bara. Og svo er heilmikil húmor líka, við hlæjum mikið á æfingum. Hvað getur þú sagt mér uppfærsluna? Hverjir að taka þátt í þessu? Þetta er stæðsti hlutin eru nemendur. Við reyndar fáum lánaða nemendur frá Grindavík, Sandgerði og Garðinum. En bróðurparturinn eru núverandi og fyrrverandi nemendur skólans og kennara skólans, bæði í hljómsveit og í hlutverkum og við fáum líka lánaða nokkra söngvara sem eru ekki í skólanum en eru hérðan. Það er allir með einhver tengsl hérna samt í skólan eða til Keflavíkur eða svæðisins sko. Og þetta er allt frá því að vera byrjendur í söng og fólk sem er atvinnufólk, þannig að þetta er mjög blandað. Þetta er ekki verkefni sem þið vinnið á einni helgi, þetta er búið að taka gríðarlegan tíma og það er mjög langt í frumsýningu. Já, sérðu þú á mér það? Nei, þetta er búið að vera í undirbúningi, við byrjuðum að tala þetta sko einhvern tímann í fyrra vorið og haustið þá er tekin ákvörðun og þá var bara farið í að finna nótur og textana, fá þýðingu, því að við flytjum þetta náttúrulega á íslensku og við byrjuðum að æfa strax í haust af því að í venjulegu leikhúsi myndum við æfa tónlistina og kunna hana og æfa svo 6 klukkutíma á dag pluss laugardaga til þess að ná þessu saman en við getum það ekki, við erum með fólk í alls konar vinnu. Þannig að við getum mest eftir 3 í viku, þannig að við byrjuðum sviðsæfingar í nóvember. Og við erum langt komin, við erum 2 senur eftir fyrir hlé og við erum búin með 4 eftir hlé, þannig að þetta lítur bara vel út, gengur bara mjög vel. Frábært fólk í þessu og miklir hæfileikar. Hvernig gekk að fá fólk til að taka þátt í þessu? Kannski líka með hliðsjón af því að þetta er náttúrulega að taka mjög langa tíma, þetta er svolítið langhlaup. Já, ég hafði mestar áhyggjur af þessu sko og það er búið að detta kvarnast úr hópnum en það var alltaf komið einhver í staðinn eða einhver úr hópnum tekið það yfir. Og ég er með 3-falt kast í mörgum hlutverkunum bara út af þessu. Það gerist alltaf og ef einhver myndi hætta segjum í haust þá er bara of seint að ná í einhvern nýjan. Þannig að þetta er mikið þolinmæði fyrir þau líka að þau koma á æfingu og sitja jafnvel og horfa á heila æfingu að því einhver annar er á sviðinu en þau virðast öll
öll vera þolinmóð og hafa gaman að þessu. Við styðjum öll hvort annað og þetta er gert á jákvæðni og þannig að þetta verður flott, þetta verður ógeðslega gaman. Þú hefur verið með hugmyndir til þessum einhvers konar óperustúdíó. Er þetta eitthvað svona púsl í þá mynd? Já, af hverju ekki? Það er fullt af góðum söngdeildum til á Íslandi, það er ekkert óperustúdíó. Óperustúdíó er sem sagt fyrir söngvarar, þeir eru komnir það langt í námi, þeir þurfa að fá sviðsreynslu. Það er ekki nóg að fá söngtíma og tónfræði og allt það. Þeir þurfa, því að þegar þau koma erlendis, þá er ætlast til að þau kunna leika. En hvar eiga þau að læra það ef þau fá enga kennslu og þá er svona óperustúdíó. Ég starfa við Óperuakademíu unga fólksins í Hörpunni á sumrin. Það eru krakkar sem eru að undirbúa sig að fara í fyrirsöng fyrir skóla og þannig að við höfum aldeilis aðstöðuna hér og við höfum þekkinguna hér. Af hverju ætti ekki að vera óperustúdíó hér? Svona kannski að lokum, hvernig gengur svo að fjármagna svona ævintýri? Þetta hlýtur að kosta eitthvað og meina það bara út af umfanginu. Já, ég núna lítið í myndavélina. Please. Það gengur rosalega vel. Við erum búin að fá góðan styrk frá uppbyggingarsjóði. Við erum búin að fá góðan styrk frá Reykjanesbæ. Við munum fara eitthvað í fyrirtæki til þess og svo bara stólum við á bæjarbúa og landsmenn að koma á sýningun og að miðasalinn sjá afganginn. Þú ætlar kannski að hafa þetta fleiri en eina sýningu? Okkur langar að hafa 4 en við höfum bara eina helgi til að sýna í staðbánum en við gætum eiginlega haft 5 frumsýningu föstudagskvöld og svo 2 á dag, laugardag, sunnudag. Við getum það því að við erum með minnst 2-falt kast í öllum hlutverkum þannig að við sjáum til hvernig miðasalan fer á stað.